Nú stendur sláturtíðin sem hæðst hér á landi og hér á Íslandi eru 8 sauðfjársláturhús. Þar af eru 6 á Norðurlandi. Þú ert að stýra einu afkastaðmesta sláturhúsi landsins. Hvernig gengur hér? Það gengur vel. Það er þannig að það má kannski segja það til að byrja með að þá er tíðin góð. Það skiptir rosalega miklu máli og bændur eru rólegir í tíðinni. Þetta þýðir það að það er ekki mikil pressa á sláturleiðis með sláturinn. Þannig við þurfum kannski svolítið að hafa meira fyrir því að tosa kindurnar frá bændunum. Þannig að það er bara þannig staða núna að sumarið kom valla og mjög seint á vallana, þannig að það er góð gróður og eins og segi góð tíð, þannig að lömbin hafa verið bara í bata alveg fram undir þetta. Og þetta hefur leitað að verkum að það hefur verið tiltölulega jöfn sláturinn eftir hún komst vel í gang, fór svolítið seint og hægt af stað, en sem gaf okkur þá var náttúrulega bara betra svigrúm til þess að þjálfa betur upp fólkið. Þannig að þegar þetta fór allt saman að rúlla hjá okkur á fullum krafti þá hefur þetta rúllað bara mjög vel. Hvernig koma lömbin af fjalli þá núna? Það skiptir svolítið milli svæða og okkur líst ágætlega á þetta þannig að Vesturlandi sem er náttúrulega norður- og Vesturlandi sem er okkar svæði, það er að koma ágætlega út. Hvað þýðir það í kílótali? Já, við erum ennþá erum með hærri meðalvikt heldur en við vorum í fyrra, sem að þóttu samt ágætt í fyrra. Við vorum með rúm 16 kíló þá og erum líklegast með 16,3 núna ennþá í þessu, og við erum hins vegar með enn meira í afurðstun á Hvammstanga. Þar er hún líklega 16,7 og en að Austurlandi eins og því við sækjum náttúrulega mjög vítt, og að Austurlandi það kemur aðeins léttara þaðan og það kannski dreifar aðeins niður þetta meðaltal hjá okkur, en þetta er hins vegar ágætis stærð En eru þið að sjá lömb sem eru kannski yfir 20 kíló? Já, og alveg upp undir 30 og það er alltaf náttúrulega innan það er ákveðin bú sem að framleiða bara hreinlega stór lömb og svoleiðis, en svo sjáum við náttúrulega líka og það fer nú að koma kannski meira í ljós í lok sláturtíðar hvort að það hafi verið mikil afföll sem að náttúrulega var talað svolítið mikið í vor, ærdauða og annað slíkt, þannig að oftar en ekki þá reyna bændur nú að reyna að bata alveg fram á síðasta dag þar sem að þarf að bata, þannig að það getur náttúrulega þessar tölur geta breyst tiltölulega á síðustu dögunum ef það hafa verið mikil afföll heima búanum og það verða einhverjir móðurlaus lömb og sem hafa þurft að tóra yfir sumarið og þau kannski kom ekki eins góða fjalli eins og ætti að vera. Náttúrulega gríðarlega stór sauðfjárrækta héruð á Vesturlandi og Vestfjörðum og svo á Norðurlandi, Húnavatnssýsluna og svo Skagafjörðurinn, og það skipast nú bara þannig að við erum með 3 sláturhús, sauðfjársláturhús tiltölulega öflug á stuttum kafla vestur eftir, á Norðvesturlandinu, þar sem er verið að slátra og yfir helming af því sem slátrað er á sauðfé í landinu. Þannig að þetta hefur nú bara þróast svona. Það er nú sjást ekki, það eru 8 sauðfjársláturhús í landinu, en það eru líklegast 30 ár síðan, ef við förum 30 ár aftur í tímann, þá voru það held í 28. Þannig að þetta er nú búið að þróast mjög hratt á tiltölulega skömmum tíma niður í þetta og á sjálfsagt eftir að taka einhverjum breytingum. Og við erum náttúrulega bara búin það vel að vera með bara æðislegt land sem er mjög ríkt af hreinu vatni, góðu lofti og öllu því besta til þess að búa til góðar afurðir. Þannig að það er sannarlega okkar trú að þetta eigi bara eftir að aukast og vaxa. Og hún er eiginlega tvíþætt, annars trúum við á náttúrulega þessa erlendu markaði og eins og segir þó að þessi tímabundnir erfiðleikar núna, að þá erum við ekkert búin að gefast upp, við erum á fullri ferð í markaðssetningu og segja þessa sögu frá okkar frábæru framleiðslu í góða landinu okkar. Og það er alltaf fleiri og fleiri sem eru að hlusta á það og finnst þetta spennandi, og Ísland nýtur rosalega mikils og góðs vilja á erlendis, þannig að það er annar hluturinn í þessu, og svo náttúrulega hitt að það er alltaf fleira og fleira að sækja okkur heim.
Þannig að tækifærin eru þarna klárlega og svo síðast en ekki síst að þá skiptir það bara gríðarlega miklu máli fyrir framleiðsluna, alveg frá grunnframleiðslunni, sem það er að tala um bændurnar og ekki síður í gegnum síðan framleiðslu og úrvinnsluferlið á þessum afurðum, að þetta þarf að stækka. Það þarf að ná meiri hagkvæmni, bændur þurfa meiri tekjur til þess að geta náttúrulega lifað á sínum búum og það þarf að vera náttúrulega stórkostlega breytingar í því og ef að menn hafa ekki trú á því að það sé að fara að gerast og það muni gerast að þá náttúrulega þurfa þeir hugsanlega að fara að finna sér eitthvað annað að gera sko. Þess vegna er það mjög mikilvægt að við sem erum að stjórna í þessum bransa og leggjum áherslu á þessi markaðsmál og svoleiðis, höfum trú á því sem við erum að gera og það er sannarlega þannig hjá Kaupfélagi Skagfirðinga að við höfum mikla trú á þessari grein, mikla trú á íslenskri matvælaframleiðslu og höfum fjárfest mikið í grein vegna þess að við höfum trú á henni.